Góðan og blessaðan daginn, Jón hérna hjá Tímatal. Í þessu myndbandi ætla ég að sýna þér skrópurnina, en áður en ég geri það þá langar mig bara sérstaklega að koma því á framfæri hve spennt við hjá Tímatal erum fyrir þessari nýjung. Þá ekki einungis vegna þess að hún mun koma til með að hjálpa þér að auka tekjurnar þínar, heldur erum við sérstaklega spennt fyrir því að sjá hvort hún mun ekki koma til með bara að fækka skrópunum hjá þér yfir höfuð. Maður myndi allavega halda að ef viðskiptavinirnir þínir vita að þeir gætu þurft að greiða skrópgjald ef þeir skrópa, að þeir séu þá bæði ólíklegri til að skrópa og líklegri til að láta vita með góðum fyrirvara ef þeir komast ekki í tíma sinn. En við skulum bara dempa okkur beint ofan í skrópurnina einmitt núna. Jæja, nú erum við mættin á tímatalið og eftir engu að bíða. Þegar þú merkir að viðskiptavinur hefur skrópað í tímaðinn að þá opnast þessi valmynd hér. Skrópgjaldar valmyndin. Það fyrsta og í raun og veru það eina sem þú þarft að gera hér er að ákveða þá upphæð sem að skrópkrafan á að hljóða upp á og þá getur þú valið hvort að svo upphæð eigi að vera 50% af virði tímans eða 100% af virði tímans eða einhver önnur upphæð eins og 200 krónur. Og það eina sem þú þarft í raun og veru að gera er þá bara að smella og senda. Krafan er þá bara farin á stað, eftir það bil hálftíma til klukkutíma verður hún komin inn á heimabanka viðskiptavinar og viðskiptavinurinn fær SMS frá þér sem hann er bara látin vita að hann megi eiga von á þessari kröfu. Og það er að sjálfsögðu betra heldur ef hann myndi opna heimabankan sinn og sjá einhverja kröfu þarna frá þér sem að hann botnaði ekkert í og vissi ekkert hvað hann kæmi. Þannig að það er ástæðan fyrir SMS-inu. Það er einn punktur sem ég langar að nefna í viðbót er að sjálfsögðu getum við ekki sent skrópkröfu án kennitölu viðskiptavinar, þannig að nú er það kannski orðið mikilvægara fyrir því að spurja hana þegar einstaklingur bókar í tíma, þá allavega í eitt skipti út af því að þú þarft ekki að gera aftur það sem að Tímatal sjálfsögðu vistar kennitöluna og geymir hana fyrir þig. Þannig að þú þarft bara að pæla í þetta eina skipti. Kannski eitthvað sem þú ættir að hafa bak við eyrað og vilt kannski bæta við í vopnabúrið þitt þegar þú ert að taka niður tímabókanir héðan af. En ef við kíkjum þá hérna í skrópvarnar valmyndina sem er ný og er hérna undir skipulag, þá sérðu hér allar skrópkröfur sem að þú hefur nokkuð tímann sendt, eða getur allavega að sé þær allar. Nú erum við bara að skoða þær sem að þú sendir út í októbermánuði og það eru kannski tveir hluti sem eru mikilvægt að nefna hér. Er í fyrsta lagi að hér getur þú séð hvaða starfsmaður var bókaður í þann tíma sem skrópa var í, til þess að vita hvaða starfsmaður á hvaða skrópkröfu sem er pottitt mikilvægt fyrir ykkur, sérstaklega þau sem eru með verktaka, bara fyrir ykkur til þess að vita einmitt hver á hvaða skrópkröfu og annað þar fram eftir götunum. En síðan sjáum við líka hérna lengst til hægri stöðuna á skrópkröfunni. Þá séum við hérna að það eru nokkrar kröfur sem eru í vinnslu hjá mér sem að þýðir bara að þær eiga eftir að skila sér inn á heimabankan. Það eru nokkrar sem eru komnar í heimabanka viðskiptavinar og það er ein hérna sem hefur verið greidd. Og fyrir ykkur sem að noti Tímatal POS að þá er þetta extra nice fítus, skrópurnin þar að segja. Út af því hvert skipti sem að skrópkrafa er greidd en ekki stofnuð, að þá stofnum við sjálfkrafa fyrir ykkur reikning inn í Tímatal POS með öllum viðeigandi upplýsingum sem að skila sér í skýrslurnar sem að á endanum skila sér í bókhaldið ykkar. Þannig þið þurfa ekkert að pæli því að hvernig þið ætlið að taka eða koma þessum aukatekjum inn í bókhaldið ykkar. Þannig að það er lúxus fyrir ykkur sem eru með Tímatal POS, kannski eitthvað sem að þið þurfa að pæli þið sem eru ekki með Tímatal POS, hvernig þið ætlið að koma þessu búið til reikning fyrir þessu öllu saman og annað slíkt. En þá þegar ég smelli hérna á viðskiptavinin, á reikningin, öllu heldur, afsakið, að þá sjáum við einmitt hérna að þessi reikningur er vegna skrópgjalda fyrir þessa hérna þjónustu sem að í okkar tilviki heitir fyrsta þjónusta mín. En heitir nú líklega eitthvað eins og klipping eða viðtal eða snirting eða neglur eða hvaða þjónustu sem að þú býður upp á og veru. Og þá sjáum við líka hérna hvaða starfsmaður var bókaður í þennan tíma inn á reikningnum. Þannig að það er ekki mikið meira sem ég langar að tala í bili. Eins og ég nefndi í upphafinu á þessu myndbandi, þá erum við bara ótrúlega spennt að sjá hvort að skrópurnir mun ekki koma til með að hjálpa þér að auka tekjurnar þínar og þá vonandi líka náttúrulega fækka skrópum. Þú mátt endilega láta okkur vita þegar þú ert búin að prófa skrópurnuna hvernig hún er að reynast þér, en í bili hef ég ekki meira að segja.
segi ég bara takk og bless.